Hingað kominn Haukur Már Helgason, heimspekimenntaður maður, fæst við ýmislegt, skrifar á vefinn og hefur skrifað í blöð og núna, þú ert með kvikmynd sem þú hefur verið að gera. Við ætlum að sjá dálítið vænan bút úr þessari mynd. Segðu mér bara svona stuttlega frá þessu, hvað þetta er. Já, þetta heimildamynd nýju menningana, svokölluðu, sem verður frumsýnd í júní á Skjaldborgarhátíðinni á Patreksfirði og hún fjallar þetta er mynd af þessu fólki, frekar mynd það kannski, og mynd af þeim sem aðgerðasinnum og hugsandi gagnrýnendum á íslenskt samfélag. Og það sem við sjáum núna er 10. nýjumenningurinn, Lárus Páll Birgisson, sem tók þátt í aðgerðinni sem var kært fyrir, var yfirheyrður, fékk réttarstöðu sakbornings, eins og segir sjálfur frá, en ekki ákærður og furðar sig á því sjálfur. En við ætlum að velta fyrir okkur í framhaldi af þessu svolítið rasisma á Íslandi og málefnum hælisleitenda síðan á eftir. Já. Framhaldi af þessu. Sjáum þennan bút. Já. Eftir því sem ég best veit þá er ég ennþá með réttarstöðu sakbornings. Ég var kallaður í yfirheyrslu og það voru lesnar upp allar þessar ákærur, ofbeldi og húsbrot og ógn við Alþingi og allt svoleiðis. En ég var ekki einn af þessu nýju og ég skil ekki hvers vegna. Vegna þess að ég veit það fyrir víst að það eru krakkar núna sem verið að kæra sem gerðu alveg jafn lítið og ég hérna inni í þessu húsi. Já, má ég segja svona minn mótmælaferill byrjar þegar að ég kemst að því að Ísland er að styðja innrás inn í Írak og Afganistan og taka þátt í að flytja vopnasvæðið og svo framvegis. Það er bara hringið í núna, segðu bara mættir ekki koma. Já, segðu þér af hverju. Þetta var mótmæli. Kemur það ykkur á óvart? Það er opnaði fyrir lögreglumönnum. Já, svolítið svo. Svolítið hrættir, Já. Bandaríska sendiráð upplifir ógn af því að það standi 3 menn með mótmælaspjöld fyrir utan hjá þeim. Heyrðu, fæ ég leik til að fara inn fyrir og afhenda þeim bænaskjal? Bænaskjal? Já. Ég lofa að vera mjög styrkir. Þeir eru hræddir, og þeir hafa ástæðu til að vera hræddir. Og það er bara skelfilegt að vera í þeirri stöðu að upplifa ógn af öllu sem í kringu sig. En það er þetta system sem að fólk er að vakna núna upp allan heim að þarf að brjóta niður. Það er hingið upp. Ekki lappa, enginn tekur vinninu. Það er ekki flókið. Heyrðu þetta? Enginn tekur vinninu. Þeir vilja ekki taka á móti þessu bænaskjali. Ætli það sé ekki eitthvað með öryggi að gera. Það gæti verið miltisbröndur í þessu. Já. Þeir eru ekki bara að byrja mótmæli. En Lalli? Lalli, eru þeir ekki bréfanúmer? Bréfanúmer? Nei, það er of hættulegt. Mánuði fyrir bankahrunið fóru 100 milljónir úr ríkissjóði í herþjálfun hérna á Íslandi. Það voru heræfingar á Íslandi mánuði fyrir bankahrun, kostuðu okkur 100 milljónir. Þetta er alveg helsjúkt, þetta er alveg helsjúkt kerfi sem við lifum í. Ég meina, hvað eru margir sem tala það til dæmis í dag þegar að gyðingarnir komu hingað flóttamenn í stríðinu og voru sendið tilbaka og dóu í útrýmingabúðunum? Það er enginn sem talar það. Hvað eru margir sem tala það að síðasti ritari nasistaflokks Íslands er bróðir Geirs Haarde? Það er enginn sem talar það. Það er margt það er enginn. Hvað eru margir sem tala það í dag að Þórbergur Þórðarson var ákærður fyrir að smána erlenda þjóð með því að kalla nasistana fjöldamorðingja? Það er svo margt það og nú ætla ég bara að segja þetta bara beint út. RÚV gerði mig að nasista á tímabili, Við búum í alveg hrikalega nasísku samfélagi og það getur enginn neitað því sem að skoðar málið bara algjörlega hlutlaust að hér hefur verið rekinn mjög sterkur þjóðernis sósíalismi. Við erum með gott félagskerfi, við erum heilmikill sósíalismi í kerfinu
en ennþá meiri þjóðerniskennd. Og það gerir okkur bara basically að nasistum. Íslandingar, hvar sem þið eru staddir á landinu, ef til vill liggur leið barnahýðar og nánustu ættingja gegnum menntastofnanir höfuðstað Norðurlands. Með því að styrkja íþróttahúsmálið hafði búið þeim betri kjör og skilyrði til frama og þroska. Gleðilegt sumar. Og ef við skoðum 8. áratuginn og þessa uppbyggingu að hruninu, við erum með fallegasta fólkið, við erum með sterkasta fólkið, við erum hreinust, fallegust, vernda tungun og allt þetta og við erum svo mikilvæg og merkileg og öðruvísin aðrir að því að við erum svo frábær, komin beint af víkingunum, eins og það sé eitthvað merkilegt, sko, einhverja fyllibittur og morðingjar. Og það er enginn sem stoppaði og spurði, byrju, er þetta svo þjóðarvitund sem að við viljum vera að skapa okkur? Viljum við, trúum við? Og við bara trúðum þessu. Og það tóku allir þátt í því. Þannig að ég segi bara, við erum miklu meiri nasistar heldur en við viljum viðurkenna. Þetta eru myndir hérna sem ég tók. Já, í Bosníu. Tók þessa hérna Makedónia. 11 ára gömul stelpa. Þetta er bara nasty. Eitt bankahrun á Íslandi er sko peanuts miðað við þær hörmungar sem eru til dæmis núna í gangi í Írak, sem að við erum að taka þátt í að skapa. Þannig að ég tek bankahrun á hverjum degi í staðinn fyrir stríð, sko. Sæll, Lárus. Blessur. Hvað segir þú? Ég sé alltaf gett, en þú eru að fara út fyrir þessa girðingu. Vegna þess að þeir eru að biðja það. Þeim er það heimilt, eins og þú þekkir. Nei, eins og ekki. Nei, en ef þú þekkir það ekki, þá er það sem ég... Þetta er almenn gangstöð. Já, en nú er ég að biðja að fara. Þú þarft að hlýða okkur, ef þú hlýðir okkur ekki, þá biðjum við okkur ekki. Það er ekki að hlýða þér, vegna þess að ég þarf að vera í fullkomnum siðferðislegum og lagalegum rétti að sitja hérna á almenna færi í friðsemd, ró og spekt. Viðhafa tjáningu. Þetta er okkur handa á þér. Áttur við bara á milli. Þeir eiga að leiðrétta sig þegar þeir gera mistök. En það hafa þeir aldrei gert varðandi mótmælendur. Þú getur talið upp sko eins og Falun Gong. Þú veist, þeir lærðu ekkert af því. Good Morning America, þar sem að menn voru handteknir í bæ einmitt með spjöld og voru síðan sýknaður og fengu dæmdar bætur. Þeir lærðu ekkert af því. Þeir lærðu ekkert af þessu máli fyrir framan Alþingishúsi þegar við stóðum í stappi við á það. Ég er ekki að grínast í mig. Nei, ég er ekki að grínast. Þið eru nú alveg ótrúlegir. Góðan daginn. Góðan dag. Herru, sendiráðið biður að allir myndatöku verður stöðvað. Það eru náttúrulega 2 skilti hérna að banna myndatöku. Og þetta er flokkað sem innri svæði sendiráðsins þannig séð. Þannig ég þarf að biðja að slökkva upptökunni. Þeir eru að vinna í því núna. Þeir vilja láta eiga þessari upptöku sem voru tekin af hérna sendiráðinu. Þú getur brotið lög á þess að vera með einhvern, sko. Þú getur neitað að færa þig. Þú veist, þú ert ögrandi og eins og með Gandhi, ég meina, fólk sér hann oft fyrir sér sem einhvern bara friðapóstulega sem situr bara og íhugar allan daginn, sko, og gerir ekki flugumegin, sko. En hann braut lögin. Hann fer niður að sjó og vinnur salt úr sjónum, eitthvað sem var bannað út af einokun, salteinokun Breta, sko. Og hann er handtekinn og leið og losnar og lappar hann aftur niður í fjör og býtt í sal. Herðu, annar inngangur. Ég var að lappa. Röltum aðeins. Tjekkum á því. Löptum hring. Og ég taka hérna bæna. Þannig að þannig brýtur hann lögin ítrekað til þess að benda á það óréttláta, sko. Þannig að friðsamar aðgerðir fela ekki í sér að fylgja öllum lögum. Friðsamar aðgerðir geta fólki í sér að brjóta öll lög. Já, þetta var hann Lárus. Og myndinni þinni sem verður sýnd núna í júní, Skjaldborgarhátíðinni. Við ætlum nú svona eiginlega í framhaldi af þessu að tala
mál hælisleitenda, þú hefur verið að beita þig mikið í þeim, þú skrifað mikið um þau, þú fjallaði um þau og síðast las ég hefti eftir þér í blaði bara í gær þar sem þú skoraðar á Ögmund Jónasson að skera upp herör gegn kerfisbundnu útlendingahatri íslenska ríkisins. Já. Viltu fara aðeins nánar út í það? Sko, ég veit ekki alveg hvar á að byrja. Ég var í þessari grein í Fréttablaðinu og Vísi í titlaður ötull baráttumaður fyrir réttindum hælisleitenda. Og það náttúrulega ekki satt, ég hef ekkert gert núna í 1,5 ár í þessum málum. Nei. Ég hef ekki einu sinni, sko ég hef þekkingu þar sem hefur borið niður á einstökum málum, innsýn einhverja í hvernig Útlendingastofnun starfar í gegnum hælisleitendurna sem eru hérna, en ég hef ekki sérþekkingu á sviðinu. Hins vegar, sko, hef ég staðið frammi fyrir því og ákveðin hópur annarra að þeir sem kannski búa yfir sérþekkingu eru lítið að beita sér. Og það sem blasir þá við mér sem heimspekingi, eða sem sagt sjónarhóll heimspekinnar kannski á málið, kemur upp þegar verður vart við svona hrikalegt ósamræmi. Að það er svo rosalega, það er svo djúp gjá á milli þeirra sjálfsmyndar sem Ísland elur á bæði gagnvart sjálfu sér og út af við gegnum kynningarstarf og slíkt, og svo þessi raunveruleika sem blasir við í hvernig í þeirri útlendingastefnu sem hefur verið mótuð á Íslandi innan embættismannakerfisins án þess að vera nokkuð tíma orðuð upphátt, án þess að vera nokkuð tíma færð í orð sem stefna stjórnvalda. Og þannig það er merkilegt að skoða ef maður flettir upp útlendingastefna, leitar að því á síðum Alþingis, þá held ég sé einfærsla sem kemur upp. Stefna í útlendingamálum 2, útlendingar 9. Þetta er það er aldrei talað um þetta, en á meðan er batterið þarna sem er hannað til þess að halda fólki frá landinu. Og gerir það mjög ötullega og með ofbeldi, beinlínis, það er hluti af virkni útlendingastofnunar í samstarfi við lögregluna er reynilega að taka fólk með handafli og henda því burt. Þetta hefur einhver leyti breyst en öllu maður hefur vonað. Sko, það hefur verið gefið í skyn að þetta væri að breytast. Og það má sjá ákveðin teikn um það. Sko, frá árinu, það er árið 2007 held ég, sem koma 12 rúmenskir götutónlistamenn með hljóðfæri sín til að spila á götum. Þeir eru í fullum rétti. Þeir hafa allan rétt á að vera hérna. Þeir með að koma og verið 3 mánuði eins og aðrir Evrópuborgarar, eins og listir. Þeir eru hraktir úr landinu af lögreglu og það eru gefnar út yfirlýsingar hreitt róburður sem eru þau hafi verið að betla, þau hafi ekki átt í sig á, þau hafi ætlað að vinna ólöglega, þau hafi sofið á götum úti sem hefur eins og hótel útvístu þeim, hótel neituð að hýsa þau. Það var svona eins og samhent átak að þau fengi ekki að koma. Og þar, útlendingastefnan er nefnilega ekki bara, hún einkennist ekki bara af rasisma, heldur líka klassisma, stéttahyggju, að fólk með peninga er velkomin hvenær sem er. En fátækt fólk, hvað þá umkomulaust fólk eða fólk í neyð, er litið gríðarlegu hortnuga og helst hent út.